Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Það að byrja eitthvað hjá okkur sem að við vitum hvað það þegar að þessu lokið. Og sjálfsögðu erum við spenntir í því sem að hvað það kunni nú að vera, því að við erum hér til að byggjast upp í Jesú nafni. Höfum kannski ekkit jafn mikið áhuga á sumum öðrum nöfnum, en við höfum mikið áhuga fyrir Jesú nafni, vegna þess að þetta nafni sem að við höfum reynt af góðu einu og aldrei neinu nema góðu. Og við svo sem öll erum ágætt og allt saman það, en ég held að sé nú enginn sem að reynir nú ekkert nema gott á öðrum einstaklingi. Það held ég að sagan sé nú, þannig held ég nú að sagan sé ekki skráð með hvað okkur hvort annað varðar. Og þannig það nú líka að öll höfum við góða kosti og öll okkar lesti og svona galla sem að, já, sumir koma auga á hjá sjálfum sér og aðrir ekki. Þannig að þetta ekki alveg saman að jafna. En auðvitað höfum við góða reynslu samt af mörgu fólki og allt saman það, og svo er Guði fyrir að þakka að þrátt fyrir allt sem við erum, þá getum við alveg elska hvort annað og þótt vænt hvort annað, og þetta er einhvað í fólki, mér og þér, sem að Drottinn vill halda utanum. Hann vill með öðrum orðum, þrátt fyrir það sem við erum, að við svona elskum hvort annað, og hann gerir allt sem þarf til að það sé. Og eitt af því sem hann gerir, sem við vitum að er mikilvægt, er þessi ágæta virðing sem að við viljum bera hvort til annars. Þegar virðingin fyrir fólki er farin, þá er margt á niðurleið. Við segjum það, hvað mig varðar gagnar þér, sem að virðingin er, segjum að, á niðurleið. Af hverju er það? Já, ég spyr þig, af hverju er það? Ég veit ekkert um það, af hverju það er. En ég veit að svona getur gerst, sem er allt annað mál. Þó eitt og annað getur gerst með þessum og hinnum hætti, er það í raun og veru engin skýring á einu eða neinu. Svarar engu einn eða neinn. Ekki nema mitt árið sé allt í unnu orðið heilagur sannleikur, sem að bæði ég og þú vitum að er ekki. En ég er hér og þú ert hér sem manneskja með ákveðið hlutverk í þessu lífi, og eitt af þessum hlutverkum er að láta sér líka vel við einn og annan, og við gerum það, eins og við vorum að tala um áðan, við gerum það með því að halda uppi ákveðnum þáttum, og einn af þessum þáttum sem ekki er sá ómikilvægasti er þessi ágæta virðing. Og ef við komumst á einhvern stað sem heitir guðlegan stað með þankan okkar, þá sjáum við að bera virðingu fyrir fólki er ekkit endilega það erfiðast á öllu erfiðu. Kann að vera að okkur finnist það. Aftur komum við að því að við erum heldur engin sannleikur. En stóri sannleikur og orð frá okkur skera úr allt og ekkert, ef við segjum það. Þannig er það ekki, og við vitum að þetta er með þessum hætti. Hvað er þó eftir? Já, það samkvæmt því sem orð Guðs er að kenna, þá er Drottinn sannleikur. Og hvað vill þetta segja mér? Það að orð frá honum hljóta því að vega einhvað í mínu lífi. Gera það?
ég allavega eftir að Drottinn varð mitt hlutskipti, já þá hafa þau nú gert það, já meira vonandi en minna. Vegna þess að bæði ég og þú sem erum svona heil í okkar trú, að því við höfum verið að ástunda trún okkar. Og þegar við ástundum trún okkar, hljótum við að vera að segja, ég les í Biblíunni. Að það er að ástunda sína trú, þarf að soga næringu frá þeirri bók sem Guð sjálfur skildi eftir hér á jörðinni. Og við vitum að það er Biblían, bæði Nýja og Gamla testamentið. Og Nýja testamentið er kristnu fólki gefið. Þar segir á mjög nákvæman hátt hvernig kristinn maður á að hegða sér. Og virðingin það er ekkert neðst á blaði. Virðingin er ofarlega skráð og virðingin er partur af því að elska náungan. Ef þú elskar náungan, þá líka leið berðu virðingu fyrir náunganum. Og svo má spyrja aftur, gerum við það? Við berum virðingu fyrir mörgu fólki, ég held að það sé hægt að tala það fyrir bara alla okkar. En virðingu af hverju? Fyrir hvað? Það aftur á móti snýst svo lítið það á hvaða stað þú ert. Við vitum að menn sem eru kannski ekkert með sjálfa sig á neitt góðum stað, þeir geta litið upp til skurksins, það er gömul saga og ný. Þeir geta borið virðingu á sig nátt fyrir þessu slóttuga sem kemst áfram á kannski á svona vafasaman hátt. Þannig að virðingin er svona, fer mikið eftir því hvar ég er stemdur og hvernig ástandið er á mér og hvað ástand er á mér. Ég spyr aftur, hvaða ástand á að vera á Guðs manni? Hann á að vera með ástand sitt þannig að það megi sjá það úr Biblíunni, reyndar má sjá allt af því að þekkja Biblíuna vel, bæði þann sem er svona að leika sér eitthvað við þetta og er ekki alveg svona heill við þetta og einsinn sem er heill. En þú gerir það ekki nema að vera vel að þér í fræðunum. Það liggur alveg tært og hreint fyrir. Þetta helst alveg á sömu spýtu. Þess vegna er það svo mikilvægt að við blekkjum ekki sjálf okkur. Að við séum með okkur á stað sem við vitum að er sannleikur. Þá erum við engin Pontius Pílatus sem spurði Jesús, hvað er sannleikur? Hann var maður bara eins og ég og þú sem hafði heyrt svo margt. Þetta í dag og annað á morgun. Og allir töldu sig vera með sannleikan með einum öðrum hætti. En þetta er að sjá bara ruglaðan í rýminu. Og svo spyr hann, þegar enn einn kemur með sannleikan, hann snýst sér að hann og segir, hvað er sannleikur? Og ég hygg að séu margir í dag sem spyrja sig þessara spurninga, hvað er sannleikur? Þegar þeir sjá eitthvað að rísa, svo einn daginn er að farið og sund með brestum og braki, einhvað sem reis og menn jafnir töldu að þetta væri komið til að vera og svo vöknuðu þeir upp og þá var það farið og kannski særindi eftir, við veitum alveg hvernig þetta er og veröld að vissu leyti hrunin og svona er þetta líf í föllnum heimi í vondum dögum að þegar lífið það byggir ekki á neinum grunni sem hægt er að segja að sé grunnir.
Þetta allt saman, meira og minna, byggt á sandi og að því að svo gerist það einn dag að þetta fer og segðu mér hvað hefur staðið. Hvað hefur staðið síðustu 500 ár, 1000 ár? Eitt, kirkjan, orð Guðs, söfnuðirnir, hinn kristni. Bentu mér á annað sem hefur staðið. Bentu mér á fyrirtæki sem þú getur rakið aftur til dæmis dagana sem Drottinn gekk hér á sínu 2 fótum. Ég held að þér vefjist tunga tönn. Eitthvað sem búið að standa í 100 ár, 200 ár maður. Vá, segjum við. Engin smá tími. En það 2000 ár sem að kirkjan reis og við segjum ekkert það. Líklega vegna þess að kirkjan svo lítið fyrir okkur. Við eiginlega höfum aldrei svona séð hana þannig og sum okkar séð hana sem tóm vandræði fyrir hvern. Ég veit það ekki. Ég held að þetta fólk viti það ekki heldur. Það svo margt elskuðu vinir sem að Drottinn vill innbrá við okkur til að við sjáum skýrar og betur hvað hann sé. Og hvað segir hann? Ég segir hann. Og hvað Og hvað á hann við með ég daginn í dag? Hann á við það. Og þessi orð, ég eiga sér hvorki upphaf né endir. Ég nefnilega hefur alltaf verið. Og aftur mátar sköpunin verkin okkar algjörlega. Hvað að því sem við höfum gert, já, eins og vorum að tala áðan, í raun og veru. Það náttúrulega fullt uppið í dag. Á minni tíð líka margt sem ekki í dag. Alveg hellingur reyndar ekki í dag. Sem að maður taldi tíma eða sá ekkert annað en þetta yrði bara. Svo allt í einu það ekki lengur. Og mann alltaf yftir bara öxlum yfir því að svona hefur þetta alltaf verið. Og gerir sér enga rellu út af því og ekki takt að gera sér neina rellu út af þessu og hinnu og engin ástæða til þess. En það gott að vita þetta, það gott að velta þessu fyrir sér annað veifið, bara til að sjá á hvern maður skal að hverju maður skal beina sjónum sínum. Og eigi þú trú, ég á trú, og eigi þú trú, þá sjáum við að við getum bara dregið hring utan einn. Jesú, og hann kirkjan. Þannig að við drögum hring utan Jesú og leið kirkjuna. Söfnuðin, orðið og allt það sem hann með kringum þessi mál sem það sem við hverfum svo oft í, sama á hvaða stað við erum. Og ég hygg að jafnvel sá og sú allra vantrúaðasta. Þetta fólk upplifir líka alls konar í sínu lífi, missir og alls konar. Og ég hygg að sumir og jafnvel allir einhvern tímann hafi verið orðnir svo aumir að meira að segja hrópa þetta nafn eða muldra þetta nafn eða uppbugsa þetta nafn
á slíkri stundu. Þó ekkert hafi gerst neitt meira heldur en þetta og bara kannski í þetta eina skiptið. Ég hygg að allir eigi sér einhvers staðar á einhverjum tímapunkti lífsins þessa sögu að segja frá. Við vitum að lífið, þessir vondu dagar réttara sagt, sem að Drottinn segir að dagarnir séu, búið þannig hnúta að einhvers staðar sunki menn verulega niður. Af aðstæðum sínum, af kringumstæðum sínum, af lífinu sínu, af því sem hefur skeð hjá þeim. Og hvað gerist þar? Eins og við vorum að segja áðan, von til þess, smávegis von, að þetta orð, þetta nafn, Jesús, verði til í hjartanu og jafnvel komið fram úr munni þó lágróma sé. Drottinn yfir öllu og hann náði mér, mundi eftir því, og þú segir sama fyrir þig. Við vorum hvorugir líklega að velta Drottni mikið fyrir okkur. En við lifðum þessu lífi. Við tókum þátt í þessu lífi. Við störfum við þetta, við unnum við þetta, við þáðum laun fyrir það sem við gerðum. Og við vorum á alls konar stöðum með okkur sjálf. Hugsuðum margt, sökkum niður í alls konar deburð jafnvel og jafnvel niður í dýpstu myrkur þegar verst var. Þetta saga mannsins í þessum vondu dögum. Við höfðum enga leið og veltum ekki einu sinni leiðinni fyrir okkur. Við vorum bara þarna. Kennandi líklega öllum allt í kringum okkur, nema okkur sjálfum. En einhvern veginn gátum við hrist af okkur þetta slen og verðum aftur þar sem við vorum kannski einhverju fyrr og sömu gæjarnir. Sama fólkið, aftur komin með okkur sjálf á þennan stað og hinn sem við höfum alltaf verið á. Ekkert nýtt, ekkert breyst. Og hringrásin bara hélt áfram á þessum stað. Og allt gerðist sem gerðist áður á þessum stað, því að við erum á sama stað. Alls konar hugmyndir og þangi komin upp og í sund farið. Og það hvarf eins og gerðist áður, var ekki til lengur. Af hverju? Eftir að trúin kom, þá getum við farið að mynda okkur skoðanir á ýmsu og frætt okkur hvers vegna. Allt vegna þess að þetta hafði aldrei neitt grunn. Þetta var bara byggt á skríðandi sandi. Í raun og veru. Og sandur í lagi svo sem ef ekkert gerist. En svo gerist einhvað sem hreyfir við þessum sandi. Og öllu því sem á honum byggt. Svo í daginn það farið. Þetta saga heimsins. Þetta saga þessara vondu daga sem Drottinn segir að séu. Við sjáum að hann algjört mótvægi við þetta. Hann gefur heilagan anda sem hvetur okkur stöðugt alla daga til að blína á orðið og sumir, því miður ekki allir, sumir taka
þessu alvarlega og það tel ég vera gjöf frá Guði ef maður tekur trú sína alvarlega. Svo er að sjá að sumir taki ekki trú sína mjög alvarlega. Þeir ná ekki einhvern veginn að festa sig við þessa trú og segja að hérna ætla ég að vera, geta svo sagt þetta, við getum sagt allt, en á meðan að ákvörðunin er ekki í hjartanu, þá er þetta tómt mál að tala um. En síðan þar, þá ert þú væni minn og grænn grein. En við sem að tökum þetta alvarlega, ég og þú og fleiri, hvað gerðum við? Við söktum okkur ofan í orðið. Og meira að segja það var aldrei nein sjálfsvilja ákvörðun. Ég hef vitnað það með mig til að mynda, að ég var bara settur í þeirra aðstæður að þetta var eina leiðin sem ég hafði. Ég að sjálfsögðu vissi ekkert hvað var í gangi. En ég fann af verkunum að því sem ég tók mig fyrir hendur að þarna var komin ró yfir átökin sem voru á undan. Ró, það er að segja þegar ég fór að lesa orðið. Og þá var friður í kringum mig og meðan ég var að lesa orðið. Leið og ég lagði bókina frá mér, þá byrjaði þessi slagsmál aftur. Ég vissi ekkert hvað var í gangi en ég veit það í dag. Og hvað var þetta? Hann gerði mig, og ég bið það að þú getur sagt þetta með mér, hann gerði mig að manni orðsins með þessum hætti. Með öðrum orðum, þú verður aldrei maður orðsins ef þú vilt ekki lesa orðið. Maður orðsins, hann veit hvað snýr upp og niður í þessu orði. Og maður orðsins hefur því alla burði til að segja það sem orðið er að tala í mín eyru. En hann gerir það aldrei. Nema að því að Drottinn pressaði hann á staðinn. Þannig var til þessi orðsins maður. Og það sem ég upplifði hefur gert mig að þeim guðsmanni sem ég er í dag. Mér varðar ekkert það hvað þú segir það. Ég bið bara Guð að fyrirgefa þér, sé það ekki með réttum hætti. En þannig er þetta. Og þetta tel ég að vera hjá öllum þeim sem í dag, eða í sínu lífi, þetta hafa nú verið fleiri og undan okkur, sem voru í sínu lífi, þessi sem við segjum gegnheilir Guðs menn orðsins og konur. Það er engin hætta á manni og konu sem á til þetta í hjarta sínu að slíkt fólk komi inn svona til þess að fegra eitthvað kenninguna með annað en er beint upp úr orðinu. Og ég lofa þér því að við þurfum á slíku fólki að halda. Við í dag ekkert síður heldur allar genglar kynslóðir sem hafa verið á þessari jörð hafa þurft og verið sælar með sem höfðu, því að svona fólk hefur auðvitað alltaf verið til. Það er bara Guði einum að þakka. Eins og ég var að vitna hér áðan og ég kalla Drottinn mér bara til stuðnings það. Þá veit ég alveg hvað gerðist í mínu tilviki.
Og ég get alveg viðurkennt það hér að ég var bara aldeilis ekkert að biðja þetta. Bara aldeilis ekki. Þá, eins og svo oft áður, var ég ekkert spurður. Hann þekkti hjarta mitt. Hann heyrði bænina sem sagði hvað? Nota mig eins og þú vilt. Ég meinti þetta kannski og kannski ekki. En hann tók við þessu. Ok, ég skal nota þig eins og ég vill. Hann gerði það. Hann getur þess að mynd mig á hvað er þú að væla maður. Varstu ekki að biðja þetta? Jú, ég var að biðja þetta og þá var bara málið útrætt. Ok. Ég er ekki að segja það að menn skuli gæta sínum bænum sínum. Ég held að það sé ekki málið. En það er samt gott að vita hvernig þetta allt virkar. Og það er partur af því að verða trúaður maður og gegnheill trúaður maður. Er það hægt? Ég bara spyr þig enn sinni, er það hægt? Ég er nokkuð viss að þú ert sammála því að já, það sé vel hægt. En það er ekki átakalaust. Og Guðs maður, orðsins maður verður enginn nema að því að sökkva sér ofan í orðið. Þannig verður hann Guðs maður, já, orðsins maður. Það er ekki hægt að verða það öðruvísi. Og sá sem á þetta til mun alltaf standa með orðinu sjálfu. Alltaf. Þannig við sjáum að menn eru með alls konar undanskot í kringu þetta orð fyrir sitt líf. Gerandi, ég segi nú bara allt og margt sem þú finnur hvergi stafkrók í Biblíun að menn ættu að gera. Og sumt sem menn gera er talað sem skandal. Og þetta er trúað fólk. Akkur er þetta svona? Það er bara af einni ástæðu. Menn tóku aldrei trú sína neitt alvarlega. Þetta er nú bara það sem að Drottinn vill segja við okkur í dag. Akkurju? Auðvitað af einni ástæðu. Það vil að við tökum okkur taki. Það vill að við hristum af okkur slen. Horfustum í augu við veruleikan okkur sjálf. Andspænis Guði. Og hver er hann? Já, við verðum bara að svara hver fyrir okkur. Ég get bara að svara fyrir sjálfa mig. Er ég þá hinn fullkomni trúaði maður? Ég veit að þú lítur svo á. Ég geri það ekki. Ég geri það bara aldeilis ekki. Veist akkurju? Að ég veit bara hvernig ég er. Hvað ég er. Og hvað ég stend. Já, ég veit hvað ég stend. Og það hefur verið mér styrkur. Að ég meira og minn allt, já, allt mitt líf. Því að ég hef alltaf vitað í raun og veru hvað ég stend. Og ég man alltaf eftir því þegar Guð gaf mér opinberunina á það hvað ég stend í honum. Og það var aldeilis flott opinberun. Og trúðu mér með það, ég hef svo sannarlega þurft á því að halda. Sannarlega þurft á því að halda. Og það er eitt af því sem hefur orðið til þess að ég er ennþá við þetta. Fyrir svo utan það, veit ég hvað Drottinn ætlast til af mér. Veist þú það fyrir þína parta? Ég veit það ekkert það og þarf ekkert að vita neitt það, en ég segi, það er gott fyrir þig að vita það. Það er gaman fyrir mig að vita það svo sem líka, en meira gaman fyrir þig að vita það sjálfur og sjálf. Því að trúarlíf þitt snýst þig. Rétt eins og trúarlíf mitt snýst mig. Og það sem ég geri,
er til að styrkja mína trú. Og mín styrka trú getur verið svo sem hvatning fyrir þig að einhverju leyti og þá að því leyti til er það gott. En mín styrka trú, við tökum hann ekki af mér og setjum hana á þig. Þóttu við vildu það, því að það er ekki hægt. Og hvað er eftir? Sama og hjá mér og þér, að við þurfum að byggjast upp frá orðinu sem tekst á við innvolsi í okkur, þar sem trúin er. Það byggist upp. Sama hvernig við horfum á þetta, skulum við alltaf komast á þann stað í umræðunni að orðið sé nauðsynlegt, trúin sé nauðsynleg. Allt þetta sem við verðum að tala sem við verðum að benda hér á sem er rétt andspænis Guði, er allt af þessari nauðsynlegu trú, sem hvað? Færa okkur til þess að hugsa og gera og vinna samkvæmt því sem Drottinn er að segja. Og hvernig vitið við hvað Drottinn er að segja? Við höfum lært hann upp úr orði Guðs. Þannig vitum við það. Þannig við sjáum að við verðum að leyfa orði Guðs að fræða okkur, mata okkur. Og sá sem að tekur þennan pól í hæðinni, ég tel þetta líka að vera gjöf frá hæðum, frá lifandi Guði, hann mun aldrei sjá eftir því að hafa farið þessa leið. Kannski var hún erfið. Kannski var hún alveg svakalega leiðinleg til að byrja með. En eftir á, eins og svo oft áður og alltaf áður, þá fyrir þetta að gefa frið af sér. Og vissu og fullvissu. Og allt þetta sem við viljum eiga. Og þá er aftur kátt í höllinni, ef svo má segja. En dagarnir hins vegar er áfram vondir. Og þú verður áfram inn í þessum vondu dögum. Eina sem gerir þá að góðum dögum er það sem þú átt inn í þér. Og hvað er það? Trúið þín. En þú verður þá að virkja hana í þér. Til að hún geti búið þessa daga sem eru góðir dagar fyrir þig. Með öðrum orðum, þú heldur gleðinni, þú heldur stefnuðinni, þú heldur árvekniðinni vegna þess að þú gerir það sem Drottinn ætlast til, hefur byggt undir vilja hans og hugsanir þínar þannig séð eru orðnar guðlegar hugsanir leið. Drottinn segir þetta, ef þú ert í mér, þá er ég í þér. Með öðrum orðum, mín ákvörðun er að vera í Guði, þá kemur hitt sjálfkrafa. Sjáu ekki hvernig ég er alltaf fyrst. Með öðrum orðum, ákvarðanir mínar verða alltaf að koma fyrst. Og er það ekki ákvörðun mín að gera þetta verk? Var það ákvörðun þín? Fyrir mig? Ég held ekki. Og var það ákvörðun mín að þú ert að gera það sem þú ert að gera? Ég held ekki. Var það ákvörðun mín að þú keyptir þennan bíl en ekki þennan? Ég gat bent þér á einhverja tegundu og þú kannski tókst við því, en það var ákvörðun þín að fá þér hann. Ég lagði bara til ákveðið og þú tókst við því. En stundum hefur ekki tekið við því. Það var þá ákvörðun þín að taka ekki við því. Þannig ég verður aldrei neitt nema álitsgjafi fyrir þig og sama gildir þig fyrir mig. Ég er alltaf sá sem tek ákvörðunina. Og hvað er þá Adam sem sagði að það var kenningin maður, hún kast mér, hún klikkaði.
Og Eva, það skottið þarna við tréð sem að tældi mig náttúrulega, þá ekkert svoleiðis. Þá bara aldeilis ekkert svoleiðis. Og ég held að þetta sé rosalegu styrkur hvort sem er fyrir mig eða þig að hafa sjálfan sig á þessu stað. Ég held að það sé rosalega öflugt fyrirbæri fyrir fólk almennt. Og þá hefur þú alla burði til að verða þessi öflugi Guðs maður, orðsins maður, því að orðsins maður hefur burði til að verða öflugur Guðs maður af því að vera þessi orðsins maður. Því að það er orðið sem gerir okkur að þessu afli sem Guðs maðurinn er. Við getum ekki hort fram hjá orði Guðs í kringum trún okkar. Það er ekki hægt. Af hverju segir þá að við höfum ekki að nota alla Biblíuna? Af hverju segir þá að það sé betra að vera með eitthvað annað svona með hinu? Hvernig gengur það saman? Það gengur ekkert saman. Það mun skiljast frá orðinu og orðið eitt standa eftir, en þú kannski ert farin til hliðar. Sem að ekki meiningin fyrir þig að gera og var ekki meining nokkurs og ekki heldur lifandi Guðs sem setti þig á þennan stað, en þú fórst svo allt í hún að gera eitthvað annað en hann var að biðja um. Af hverju? Þú taldir árangur verða betri með þeirri aðferð. Þetta er gamla sagan og nýja í þessum málum. En Drottinn hefur talað og hann segir við mig, Konráð, ég er. Og ég merki hann í deginum. Og hann skildi eftir handa með bók. Hann veit nákvæmlega hvað á að standa þar. Nákvæmlega hvar þar á að vera. Stafkrókur hreyfist ekki úr stað þar. Þetta náttúrulega vill undirstrika það að þessar þýðingar sem hafa verið eru ok. Drottinn segir það sjálfur. Ég er. Segir það. Þannig ekki að því heldur þurfum við að hafa áhyggjur. Og ég hef ekki áhyggjur af því. Og svo er Guði fyrir að þakka að ég hef ekki haft neinar áhyggjur af því. Og ég man eftir því, svo við tökum aðeins það, að þegar ég var að byrja að lesa Biblíuna eða Nýja testamentið, ég átti það bara, og það var sem sagt þýðingin á undan 80 þýðingunni. Ég man ekki hvernig það, eða reynda að vita kannski ekki. Og ég las það í, einhver ár, ekki reyndan rosalega mörg. Ég er búin að vera við þetta í 30 ár, sjóðu. Og þá fékk ég 80 módelið af Biblíunni. Og ég naut margt í henni, ég man alltaf eftir því. Ég fannst margt miklu betra og margt lakara. Af því ég var með hina viðmiðunina og svo kom nýja þýðingin sem menn voru nú eitthvað að reyna að deila um og það var sama þar með 80 módelið fyrra heftið var löngu farið frá mér og þá sá ég sama sumt í nýjustu þýðingunni var miklu betra en sumt svona mér fannst það lélegra. Svona held ég að þessar þýðingar hafa alltaf verið. Og af hverju er það? Að því að mönnum er ekki sama um þetta orð. Þess vegna er þetta. Það er eðlilegt. Og þannig á það að vera. Okkur á ekki að vera sama um orð Guðs.
En við eigum annað inn í það. Og hvað er það? Við getum, ef við viljum, treyst Guði. Ég er. Sem segir að ekki skuli stafkrókur úr sínu orði fara. Hann segir það og hann stendur við og sér til þess sjálfur að það gerist ekki. Svona trú allavega hefur hann gefið mér og ég er mjög þakkláttur fyrir það, eins og margt annað sem Drottinn hefur gefið mér og ég hef tekið upp á mína arma. Það hefur ekki orðið mér til neins tjóns, skal ég segja. Þvert á móti hefur orðið mér til eflingar trúarinnar. Þannig að leifum bara Guði að vera Guði í okkar lífi og þá sér hann um það sem má verða okkur til góð og eflingar rétts trúar. Er það ekki það sem við viljum? Ég hef þetta svarað fyrir mig eins og allt áðunni, það er fyrir mér, já, er það akkur. Já, einir, það er gaman að tala orð Guðs og gaman að leyfa þessu bara að flæða eins og Drottinn vill og sjálfur minn ég hafa þetta með þeim hætti. Ég er ekkert að reyna að stýra þessu neitt og ég veit að Drottinn er kærleikur og það sem að segir er sett þannig fram að vel megi una við. Svo fyrir utan það veit hann alveg hverju horfa og hlusta og hann sendir þá þangað sem hafa ununa því að hlusta á kjarnirt orð, og ég veit að þú ert einn af þeim og ein. En við ætlum stoppum ekki hér og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.